Skömmu eftir að pabbi þinn hættir sem biskup 1999, þá ferðu með honum og mömmu þinn til Bandaríkjanna og síðan til Kanada og það aðeins 12 ár síðan og þá byrjar ofbeldið á nýjan leik. Hvað gerist í þessari ferð? Ég segi aðeins frá því í bókinni og ég er ekki tilbúin að segja nákvæmlega frá því, en þá braut pabbi gegn mér aftur og það, ég þurfti auðvitað að gangi gegnum mjög mikla vinnu með sjálfa mig, hjá sálfræðingi og fyrst að þora að tala um þetta og síðan hvort að ég ætti nokkuð að vera að segja frá þessu, hvort það væri ekki betra einmitt. Í þessu tilviki væri það fyrir mig betra að segja ekki frá. En ég ákvað að gera það samt. Af því ég óttast ég sé ekki svo eina. Og mér langar kannski líka bara að sýna að svona eru afleiðingarnar líka og ofbeldi nær svona nær yfir svo, þess að nær yfir fram á fullarins ár og valdið sem pabbi hafði yfir mér og þarna hefur hann örugglega ætlað að tryggja það, gulltryggja það. Ég myndi aldrei segja frá og aldrei rísa gegnum. Þetta er erfiðasta atvikið að fara út orðin fullorðin manneskja. Þarna er ég fullorðin kona og það er ekki hægt að segja, já þú varst nú lítið barn, þú gast ekki varið þig. Ég hefði getað farið út úr aðstæðunum en ég fraus og það er ekki óalgengt. Og það er... Breyttistu í barnið? Ég breyttist bara í barnið aftur. Og það er skrítið að segja frá því en það er skrítið að segja frá því og það er undarlegt að vera að segja þér frá því núna hérna. En ég vil gera það, að ég vil segja ykkur að ég er ekki bara að segja frá einhver sem gerðist því ég var lítil stúlka, varnarlaust lítið barn. Það gerðist líka því ég var fullorðin og það merkilega og undarlega og óhugnarlega er að þar var ég varnarlaust líka. Þó ég hefði komist undan honum. En ég gat það ekki. Og þannig eru líka þessi mál og þessi og líka að því ég hef hitt svo margar konur og ég kannski segja þessa reynslu fyrst og fremst að því ég er kona og karlmenn hafa vissulega lent í sömu stöðum. Og það sem að fólk segir, já þetta var náttúrulega ekki nauðgun að því ég fór með honum inn, ég sagði ekki nógu skýrt nei, ég braust ekki en það var það samt. Og mér langar líka að fólk vita að það getur komið fyrir konu eins og mig, sem er svona dugleg og sterk kona og þessum tíma var ekkert svo sem gaf til kynna að ég gæti ekki varið mig, en ég gat það ekki. Og það var rauninni, það er bara ár síðan sem að ég svona kom þessu öndarlega frá mér. Það er ekki lengra síðan, sko. Þetta var alltaf, og ég sagði þetta mjög fljótlega við sálfræðinginn. Já, svo gerðist eitt hræðilegt því að fullorðin kona. Og hún ýtti mér ekki áfram, leiði mér bara gang, þú veist, og það var svona tilfinning eins og ég hefði drepið mann, eins og ég hefði gert eitthvað hræðilegt á mér. Þarna tekur á því stærstu ábyrgðina. Þarna tók ég á mér gríðarlega mikla ábyrgð. En í staðinn fyrir að pabbi næði endanlega valdið yfir mér, það gerðist eitthvað. Ómeðvitað þá hugsaði ég, þetta gengur ekki lengur svona. Ég verð að gera eitthvað og ég tel að þar hafi verið minn botn. Ég hef þá ekki hægt að drekka fyrir 4 mánuðum. En þarna gerist einmitt nokkrum mánuðum síðar að hann heldur upp á 70-afmæli sitt og þar heldur og skapar fallega ræðu. Aðeins 4 mánuðum eftir þetta atvik. Og enn höldum við áfram að tala um mótsagnir. Já, þetta eru rosalega mikla mótsagnir. Og ég leyfi mér þá að segja líka af hverju stendur kona við hlið manns sem hefur gengið í skrokkana daginn áður og lætur eins og ekkert sé. Af hverju ver barn föður sinn og segir ekki frá. Þessi ræða mín er bara nákvæmlega í þeim anda.
mér fannst einhvern veginn, ég var auðvitað rík að reyna að segja, ég var alltaf að reyna að segja, ég mun aldrei segja frá. Og ég gerði það, ég sagði alltaf, ég man aldrei eftir neinu. Maður eftir engu barnæskunni, ég skoði ekki myndir, ég fer ekki á æskuslóðir, en ég gerði það þarna sumarið. Og í þessari ræðu þá ég bara í hlutverkinu mínu. Já. Og ég segi það líka, þessi ræði ekki það versta sem ég þarf að lifa með. En hún svona partur af þessum feluleik sem að þú tókst. Hún partur af þessum feluleik og partur af þessu hlutverki sem ég tók að mig og þessum gríðarlegu mótsögnum í mínu lífi. En eitt hlýtur að hafa hugsað og það að þú átt 2 dætur, önnur fædd 87 og hinn fædd 1981. Hefur aldrei óttast að þær hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þá af hálfu afsins? Ég gerði það kannski í dag, en ég gerði það ekki. Vegna þess að ef ég hefði gert það, ef ég hefði sagt þið megið ekki vera hjá afa og ömmu, þá hefði ég þurft að gefa einhverja skýringar og þá hefði ég þurft að svara sjálfur mér, af hverju ekki. Og þetta hluta af afneituninni og þetta hluta því sem ég þarf að læra að lifa með líka. Þetta hluta af afneituninni og þetta hluti af ofbeldinu. Það og sem ég segi þetta líka því ég ekki svo eina og ég skil og það einmitt þess sem fólk hefur sagt, þetta getur ekki verið satt því hún leyfði dætru sínum að gista heim í afa og ömmu. Þetta satt sem ég segi og það líka satt að ég leyfði dætru mínum að gista heim í afa og ömmu. En þú óttast þetta meira þá núna heldur en nokkuð tímann þá? Ég ætla heldur ekki að tala það núna. Því það þeirra líf, dætra minna líf og það þeirra að segja frá. En ég vildi, það svo auðvelt að segja núna, ég hefði átt að passa þér að vernda þér betur. Vissulega hefði ég átt að gera það. En ég gat það ekki. Og ég þarf að setja upp með því líka. Mm 2006, það eru 5 ár síðan. Þá hringir í pabba þig. Já. Og þá ákveður að segja honum að þú manst allt. Já, ég veit, það var enginn sem sagði ég ætti að gera það. Það var enginn sem sagði að ég yrði og ég vara við því að fara óundirbúin og hitta ofbeldismann sinn, gerandan. Ég vara við því sterklega. Það ætti enginn að gera það. Nema vel að athuga máli og vera búin undirbúin og vera líka undirbúin til það að það eru harla litla líkur að viðurkenna það. Kannski ef þeir eru 2 saman, ef það er 3. aðili sem hlustar á og í mínu tilviki ef það er maður sem var prestur og var kjörinn til æðstu metorða innan kirkjunar, hafði undir lögreglu yfirheyslum aldrei játað neitt. Hann fór ekki að játa gagnvart mér og ég var ekkert að, sem betur fyrir var ég ekkert eftir að vonast eftir því hann myndi segja, auðvitað vonast ég eitthvað eftir, ég var ekki með einhverja óraunhæfa væntingar að hann myndi segja, æ, fyrirgefðu Guðrún Ebba. Ég var ekki að bíða eftir því. Fyrst og fremst vildi ég að pabbi heyrði það frá mér að nú myndi ég eftir öllu. Og að ég var að vinna í því, ég var að vinna með öðrum fórnarlömbum kynferðisofbeldis og ég vildi að hann heyrði það frá mér. Hvernig brást hann við? Hann bara öskraði í símann og hvað ert þú að rifja upp? Eldgömul máli, man ekki hvernig hann orðaði það. Og hvað ert þú að rifja upp svona eitthvað og bara öskraði á mig. En í framhaldinu, hann hafði samband við þá... Áður var hann búinn að hafa samband. Hann byrjaði mjög fljótlega að tala við fólki kringum mig. Hann byrjaði í áfengismeðferð. Þegar ég var í áfengismeðferðinu þá hringdi hann í ráðgjafana en á Teigi til að segja þeim að ég var ekki alkoholisti og ég ætti ekki verið í áfengismeðferð. Það væri annars sem var að mér. Ég væri með manni sem væri óheppilegur félagsskapur sem hefði vonda áhrif á mig og ég hringdi nokkru sem í hann en mér leið svo hræðilega eftir að það var mér var bara ráðlegt að hringja ekki í hann. Þannig að hann byrjaði strax. Það er ekkert að segja að hann hafi byrjað að gera mig ótrúverða frá því ég sagði hann frá þessu. Hann byrjaði leið og ég fór í áfengismeðferð 2003. Og síðan hann hafði samband við meðferðaraðila, Stígamót. Hann hafði samband við sálfræðinginn, hann hafði samband við samstarfsfólk mitt og hann hafði samband við æskuvinkonur mínar og
fólk bara sem hafði verið samferða mér á lífsleiðinni. Hvað sagði hann við allt þetta? Hann sagði við fólk, fyrst var það nú að ég væri með manni sem væri að koma einhverjum grillum í höfuð á mér, að svona meðferðir, það væri vitað til þess að þetta væri svo strangar og stífar meðferðir að fólk hreinlega brenglaðist, fengi einhverjar, og hann sagði við mig að hann hefði hringt inn á Vog og fengið þau svör að það væri ekki óalgengt að konur sem færi í áfengismeðferð játuðu á sig eitthvað. Það var svo yktasektarkennd sem reyndar rétt, já með mjög yktasektarkennd, en það játuðu á sig ýmislegt sem væri ekki rétt. Hann sagði við fólk að það væri mikil geðveila í móðurættinni sem líka rétt. Og það væri að hrjá mig, hann sagði að ég væri alvarlega þunglynd, ég var ýmist veik eða inn á stofnunum, hann sagði eða ég væri bara að ljúga. Hann í rauninni vissi að hverju stemdi og... Já, hann byrjaði ekkert að tala um þetta eftir ég sagði hann frá þessu. Það rauninni breyttist furðu lítið eftir ég sagði frá því hvað í rauninni ég væri að gera. Fannst þér hann hafa áhrif með þessum orðum sínum, gagnvart öðrum, áhrif á álit annarra? Það bara einhvern veginn þannig að það þægilegra að trúa status quo. Það einhvern veginn þægilegra að trúa því að þetta geti ekki satt. Það náttúrulega svo margt sem bendir til þess að ég sé ekki segja satt, eins og bara ræðan í afmælinu hans pabba. Hvernig gat hún verið að halda á svona ræðu? Eða hún leiði dætur sinum að vera hjá honum, sko. Og það þægilegra að trúa mér ekki og standa ekki með mér og taka afstöðu með honum. Og kannski upplýði fólk ekkert að það væri að taka afstöðu gegn mér, en það var að gera það samt. Og ég upplýði mjög miklu höfnun frá mörgum og ég upplýði mig oft ansi eina og mér fannst það sárt stelpnanna minna vegna mjög mikið að því þær voru náttúrulega að horfa á mömmu sín sko rísa upp og lifa lífinu ódeyfð og án áfengis og allt þetta. Hann hafði áhrif, en kannski einmitt líka að því að fólk langaði ekki að trúa því, hann hefði gert þetta. Hann svona manneskja sem þið langar ekki, þráttur, og svo líka, þú mátt ekki glemma því, það svo margir sem að trúðu honum 96, og hefði þetta fara að trúa mér, það hefði þurft að líka viðurkenna þeirra haft rangt fyrir sig 96, og ekki staðið með konum, og þá bara þægilega að segja, já, hún nú alltaf svolítið skrítin og Guðrún Ebba. Pabbi þinn lést árið 2008. Já. Og þú hittur hann meðan hann lá banaleguna? Nei. Ég gerði það ekki. Ég gat ekki hugsað mér það. Og... Langaði því... Nei. En þið langaði samt að hann bæði því fyrirgefningar? Sko, eins og ég sagði áðan, ég var aldrei með einhverja óraunhæfa væntingar. En auðvitað innst inni þráði ég það. Ég þráði náttúrulega fjölskylduna mína og ég þráði auðvitað það að heyra eins og pabbi gat gert. Hann gat náttúrulega verið blíður og hlýr og ótrúlega skilningsríkur. Og hann gat sko séð að sér mér ýmislegt annað eða kannski langaði mig bara í það. En ég vissi að það var borin von. Og ég hafði núna val. Þeim lítil stelpa hafði ég ekki einu sinni val að fara niður á klósinn til hans eða inn í bíltúr. Sem fullorðin kona hafði ég val það að ákveða að bjóða honum aldrei aftur heim til mín. Það var fyrsta ákvörðun. Þetta mitt heimili, hingað kemur hann ekki aftur inn. Og það var svo mikið frelsi. Ég hafði val það að vera ekki á sama stað á hann. Og ég hafði val það hvort ég færi á dánarbeði til hans eða ekki. Og þú hafði val það að fara ekki í jarðarförina? Og ég hafði val það að fara í jarðarförina eða ekki. Og ég ákvað að gera það ekki. Og fyrir mig var þetta ekki bara fyrir mig, þetta var líka yfirlýsing. Og ég vissi það að þau voru örugglega uppi skroppað með skýringar af hverju ég var hvergi sýnileg. Og ég ákvað að hringja sjálf í lækninn sem að meðhandlaði pabba. Til að segja honum af hverju ég væri ekki þarna. Og af hverju dætur mína væri þar ekki heldur. Og hann tók mér með miklum skilningi og sagði þessi mál alltaf erfiðust.